dag vorum við að veita styrki úr Vísindasjóði Landspítalans til 9 ungra vísindamanna, samtals 11 milljónir króna. Þetta er klárlega einn af hápunktum ársins, mjög ánægilegt, þar sem við erum þá að gefa þessu unga fólki tækifæri til þess að sinna vísindastörfum og sinni menntun í vísindalegum vinnubrögðum hér á Landspítalanum sem er órjúfanlegu partur af okkar starfi og gríðarlega mikilvægt til framtíðar. Ég fekk styrk til þess að rannsaka áhættu á sjúkdómi sem heitir Primary Biliary Cholangitis sem er langvinnur bólgusjúkdómur í litlum gallvegum lifrarinnar af sjálfsofnæmistoga, algengari meðal kvenna og greinist yfirleitt á miðjum aldri og getur hann í alvarlegustu tilfellum leitt til skorpulifrar. Nú yfir 90% sjúklinga með Primary Biliary Cholangitis eru með mótefni gegn hvatberum í blóði, en það er eins og að hluti fólk sem er með mótefni gegn hvatberum í blóði án þess að uppfylla greiningaskilmerki sjúkdómsins og það er mjög lítið vitað afdrif þessa hóps. Og rannsókn okkar snýst það að fylgja þessum hópi sjúklinga eftir og sjá hvað verður það, hvort að þeir muni koma til með að þróa með sér sjúkdómi síðan mér. Og það er mér mikill heiður og alveg verulega ánægjulegt að hljóta þennan styrk og fá þannig tækifæri til þess að einbeita mér í nokkuð tíma að ég að rannsaka og vera ekki að gera þetta samhliða annarri vinnu sem er, eins og allir sem hafa unnið að rannsóknum vita, er mjög erfitt. Ég fékk styrk fyrir verkefni bráðar garnasýkingar hjá ungum börnum á Íslandi, forsendur fyrir bólusetningu gegn rótaveiru. Rótaveira er veira sem veldur bráðum garnasýkingum sem eru uppköst og niðurgangur og hiti og slappleiki fylgir oft með. Markmið verkefnisins er í rauninni þá að varpa ljósi á sjúkdómsbyrði rótaveiru hjá ungum börnum og þá sjúkdómsbyrðina bæði á heilbrigðisþjónustuna í formi fjölda koma á spítalann og þar var á meðferð og innlögn, en ekki síður að varpa ljósi á sjúkdómsbyrðina á fjölskyldur og samfélagið í formi tapara vinnudaga foreldra og lengd veikinda barnanna og þess háttar. Og niðurstöður þessa verkefnis gætu nýst til að ákvarða hvort að það sé fýsilegt að taka upp bólusetningu gegn rótaveiru á Íslandi. Það var mikill heiður að fá þennan styrk og ég þakka Vísindaráði kærlega fyrir mig.